Var Stalin sósíalisti? Þetta svo spurning sem maður fær þegar maður tala sósíalisma. Þá allir að þakka niður í manni með því að tala Sovétríkin og Stalin og Mao og glæpir þess. Eins og ég og sósíalisti í dag höfum verið samverkamenn Stalins eða Maos í þeirra grimmdaverkum. Hvað vont við Stalin? Það til dæmis hvernig hann beitir ríkisvaldinu. Hann tekur yfir ríkisvald keisarans og notar það til að stjórna samfélaginu. Ríkisvald keisarans var kúgunarafl, kúgunartæki, fámennar klíku sem að hélt samfélaginu niður bara í hreðjartökum. Stalin tók þetta yfir, taldi þetta verið leiðin til þess að nota til þess að koma á sósíalisma, en það var náttúrulega rangt. Hann tók yfir stríðshagkerfið sem að ekki bara Sovétríkin eða Rússland hafi notað, heldur líka löndum, öll Vesturlöndum hafi notað til þess að byggja upp aflið til þess að geta háð fyrir heimsstyrjöldina. Það var náttúrulega áætlunarbúskapur og bolsévíkarnir tóku það upp, notuðu það til þess að byggja upp iðnað og fleira, tóku upp lausn kapítalistana sem áætlunarbúskapur. Hann tók yfir leynilögregluna frá keisarunum, hann tók yfir gúlagið frá keisarunum. Þannig að flest það sem að þétt eftir í hug þegar þú hugsar Stalin, það það sem að bolsévíkarnir tóku frá keisarastjórninni. Og hvernig getur það verið sósíalismi? Var þá keisarinn sósíalisti? Nei, auðvitað ekki þannig. Það sem að var sósíalismi í Sovétríkjunum var það að þrátt fyrir allt slæmt sem að má Sovétríkin segja, það náðu þau á ótrúlega skömmum tíma raunverulega að mennta alla þjóðina, ómenntustu þjóð Evrópu. Þeim tókst að byggja upp heilbrigðiskerfi, þeim tókst að koma öllum undir hús, þeim tókst að iðnvæðast, byggja borgir á undraskömmum tíma. Og það var sósíalismi. Að tryggja öllum öruggt húsnæði, öruggt heilbrigðiskerfi, menntun. Og enn þann daginn dag, eftir hrun Sovétríkjanna og hvernig nýfrjálshyggjan hefur farið með þessi lönd eftir það, þá Rússland ennþá uppspretta af menntafólki fyrir Vesturlönd. Þetta svona arfurinn frá sósíalismanum sem var inn í Sovétríkjunum. En með þessu ekkert að verja Sovétríkin, ég bara benda á að það sem var slæmt við Sovétríkin var til áður fyrirbyltinguna 1917 og það voru mistök bolsévíka að ætla að taka upp ríkisvald og kúgunartæki keisarans og beita því til þess að koma á sósíalisma. Það verður ekki gert. Sósíalismi automatist lýðræðisfyrirbrigði. Þú nærð engum árangri með sósíalisma nema að gefa fólki völd yfir vinnustaðnum, hverfinu, borginni, ríkinu.